Það sem mér finnst einkenna góð samskipti á Landspítala þegar að við teljum okkur vera í nægilega öruggu starfsumhverfi til að við óttumst ekki að afhjúpa það þegar við þurfum aðstoð eða erum óörugg eða höfum gert mistök. Það er allir svo glaðlegir, það er allir svo ánægðir. Það sé allir góðan daginn þú veist, þegar maður mætir í vinnuna, brosa allir til þín. Góð samskipti held ég að einkennist fyrst og fremst af virðingu og það er mikilvægt að sýna öllum sem í umhverfinu þínu virðingu og þegar kemur að samskiptunum. Jákvæðni og svona gott, svona auðmýkt, virðing og sérstaklega kurteisi. Hlusta á það sem er sagt við mann. Það skiptir líka miklu máli þegar maður fær takk, bara að segja takk tilbaka þegar maður er búin að vera á hlaupum út allt að reyna að redda einhverju vandamáli. Góð samskipti hér á Landspítala finnst mér einkennast af fagmennsku, kurteisi, virðingu fyrir sjúklingnum, samstarfsfólki og aðstandendum. Sveigjanleiki í samskiptum á milli starfsfólks. Það reynir mikið á, við erum öll með sikkur verkefnin á deildunum, á hjálpsemi. Þannig að það er þessi andi bara að enginn situr einn uppi með verkefnin sín. Slæm samskipti geta til dæmis birst í því að það megi reikna með því að einhver bregðist ókvæða við þegar að maður kemur með ábendingar eitthvað sem betur má fara eða maður upplifir sig, maður getur verið nýgræðingur í starfi og þurft aðstoð og því ekki tekið fagnandi þegar þú kemur spurningar. Mér finnst það vera mjög gott dæmi ekki góð samskipti. En ég held að það sem oftast er rótin er mikið álag. En ég held að ef okkur tekst að svona tempra álið og átt okkur á því núna ég undir miklu álagi að þá þarf maður að passa sig ekstra mikið og gera það sem maður getur til þess að brosa af og til, brosa út í annað og styðja þannig líka bara við fólki af því að það er allir undir álagi. Afleiðingar slæmra samskipta geta þá verið að fólk leitar ekki, það þorir ekki að leita aðstoðar, það þorir ekki að benda á það þegar það er óöruggt eða þarf einhver til að koma og kíkja á það sem hann er að gera og það getur beinlínis verið hættulegt. Slæm samskipti finnst mér birtast mikið í hroka og leiðindum og pirringi í vinnunni og bæði gagnvart samstarfsfólki og jafnvel sjúklingunum. Ég held að fólk taki oft einhvern vandamál með sér að heiman og það væri voðalega gott að væri hægt að fræða fólk og kenna því að skilja svoleiðis eftir heima, það skiptir máli í vinnunni. Það smitar út frá sér og eftir svoleiðis samskipti þá var manni þungt í hjartanu svolítið. Starfsfólkið í minni deild hefur lent í stundum svona dónaskap, þú veist, í símtölum, það sem er verið að kenna þeim persónlega vandamál sem uppkoma, sem eru ekkert á þeirra, þú veist, borði og það versta er þegar það er verið að kenna, þú veist, fólkin í birgðastöðun okkar eða vöruhúsinu ef að þessi vara er ekki til að þá ber þú ábyrgð á því að sjúklingur látist. Það er beinlínis og við vitum það er beinlínis hættulegt að vera með kúltúr þar sem að slæm samskipti eru leyfð og ég hef bara mjög mikið fagnað því að Landspítalinn hefur náttúrulega sett sér skýra stefnu með þetta hvers konar samskiptahættir í boði og svo er það náttúrulega annað mál við stefnum öll að þessu sama markmiði hlýtur að vera en svo getur manni augljóslega orðið á og þá í kúltúr sálræns öryggis að þá getur maður jafnvel stólað á það sé hnippt í mann og það er það besta sem hægt er að gera fyrir mann verði manni á í messunni. Best er náttúrulega að taka á sig strax, maður og mann er best og það þarf ofta ekki að segja annað en að mér finnst samskiptin ekki í lagi eða mér finnst þetta óþægileg samskipti sem við áttum en ef það næri ekki að leysast þannig þá náttúrulega var gott að grípa í samskiptasáttmálann og leita til yfirmanns. Ef maður býður þá verður oft gremja eða það grefur undir milli samstarfsfólks. Það sem mér finnst mikilvægt það er að hafa með sér smá húmor og gleði, léttleika og umhyggju við sjúklingana. Það hjálpar mann að ná betra meðferðarsambandi við það og bara bætir vinnumóralin mjög mikið. Þau sem við þjónustum, það eru bestu eftirlitsaðilarnir með gæðum þjónustunar.
þau gera grínað okkur þegar við erum að reyna að vera svo æðislega hérna kurteis og umhyggjusöm og svo endum við á því að það eru 15 manns sem að spurja sama barni hvernig það svaf það nóttina. Og foreldrunum eru boðinu svona 28 kaffibóllar yfir daginn. Þannig að við svona algjörlega förum overbord í því að hérna vera almennleg. Og auðvitað kemur það upp að foreldrar verða afar ósáttir við eitthvað sem hefur verið gert eða ekki verið gert. Og það var einn af mentorunum mínum í sérnáminu erlendi sem að færði mér eitt svona gott ráð og það var svolítið að reyna að slá vopnin úr höndunum á fólkinu að byrja á því að segja ég sé að þú ert alveg ofboðslega reiður og þú ert alveg brjálaður núna. Og það verður stundum til þess að fólk svolítið svona bakka, nei ég er nú kannski ekki svo rosalega reiður, ég er bara svolítið reiður og þetta er ágætt svona trikk sem hægt er að nota til aðeins að brjóta í sinn og gefa þetta kynna að maður skilji og skynji það að fólk er afar reitt. Og síðan er þetta líka bara að vera hreinskilinn og vera ekki að neita fyrir hitt eða þetta eða fara í einhvers konar rifrildi að maður verður bara að samþykkja það að þó að það hafi kannski ekki eitthvað gert sem að var endilega mistök eða eitthvað þá er það þannig sem fólk eru upplifað og maður verður bara að skilja það þannig.